Forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa fundað í dag með bankastjórn Seðlabankans vegna stöðunnar í efnahagsmálum. Forsætisráðherra segir ekki von á sérstökum aðgerðum næstu daga. Gjaldþrotahrinu spáð næstu 12 mánuði og að 1100 fyrirtæki komist í þrot á þeim tíma. 500 fyrirtæki eru gjaldþrota það sem af ári. Gott kvöld, nú hefjast fréttir í sjónvarpinu sunnudaginn 20. og 8. september. Bankastjórn Seðlabankans gekk á fund forsætis- og fjármálaráðherra nú síðdegis og ræddi efnahagsástandið. Þetta annan daginn í röð sem seðlabankastjórarnir hitta forsætisráðherra á fundi. Björn Malmquist, fréttamaður, staddur fyrir utan fjármálaráðuneytið. Björn, hvenær hófst þessi fundur? Já, þessi fundur hérna í fjármálaráðuneytinu hófst klukkan 4 í dag, en það hefur verið fundað stíft ekki aðeins hérna í þessu ráðuneyti heldur einnig í forsætisráðuneytinu. Þar hafa aðstofamenn forsætisráðherra fundað í dag og ráðgjafar hans, og þeir hittu meðal annars bankastjóra hjá Kaupþingi, þá Hreiðar Má og Ingólf Helgason. En fundur bankastjórana í Seðlabankanum hérna í fjármálaráðuneytinu hófst rúmlega 4 í dag. Þá gengu þeir á fund Árna Matthíasen, þeir Davíð Oddsson, Eiríkur Guðnason og Ingimundur Friðriksson, og þar var einnig Geir Haarde sem kom skömmu síðar. Þessir menn funduðu hér í 1,5 tíma, þeirra fundi lauk klukkan 6 og umræðuefnið var að sjálfsögðu efnahagsmálin, sú staða sem uppi núna varðandi gengi krónunnar, varðandi þann samning sem var fjallað í síðustu viku með Seðlabanka Bandaríkjanna, samningi sem tókst ekki að ná við Seðlabanka Íslands. En fundin þeirra lauk eins og ég sagði hérna rétt klukkan 6, þá kom Geir Haarde út og ræddi aðeins við okkur efnahagsástandið. Hann sagði í meginatriðum að þessi fundur hefði verið svona til upplýsingar, og hann gæti ekki sagt til hvaða áhrif þessi tíðindi síðustu daga hefðu á markaði sem opna á morgun. En við töluðum einnig við Geir í dag. Von á yfirlýsingu eða aðgerðum ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum í dag á morgun? Nei, ég var ekki sérstaklega von á því. Það náttúrulega kemur fjárlagafrumvarpið á miðvikudaginn og ég verð með stefnuræðu í Alþingi á fimmtudaginn. Það allt saman á bara hefðbundnu róli. En við erum náttúrulega að fara hér yfir mjög margar hluti vegna þess að eins og ég segi, ég hef mist hérna af nokkrum dögum og vil vera með á nótunum í því sem gerðist á meðan. Það vekur athygli þegar þú boðar yfirstjórn Seðlabankans á fund til þín 2 daga í röð helgi. Já, ég myndi nú ekki lesa neitt sérstakt í það. Við vinnum oft helgar, eins og ég segi, og maður þarf stundum að finna tíma þar sem maður geta að tala saman í ró og næði, þess að vera í eilífri tímapressu. Nú eins og Geir sagði, þá hefur hann verið erlendis síðustu daga, var í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hann fundaði þar með hagfræðingum efnahagsmálin, þar á meðal með Frederick Mishkin sem var ráðgjafi Íslandinga og var reyndar að vinna í Seðlabanka Bandaríkjanna, nú prófessor við Columbia háskólann, en Mishkin var ekki sá eini sem hann fundaði með þá. En talar ekki við fulltrúa til dæmis Bandaríkja Seðlabankans? Jú, reyndar gerði ég það nú líka. Ég á þar gamla góða skólasystur sem hátt sett í bankanum sem ég talaði við. Og snýrist sáfundur mögulegan samning varðandi gjaldeyrisskipti? Nei, það ekki hægt að segja það, en við snúist það. Þetta var fundur þar sem var talað mjög margt, en mér þykir gott að geta átt aðgang að slíku fólki. Það voru fleiri sem voru að velta fyrir sér efnahagsmálunum í dag. Það var meðal alþingismenn sem mættu til Egils Helgasonar í Silfur Egils í sjónvarpinu hádegisbil. Það var meðal Valgerður Sverrisdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, sem hefur vissulega áhyggjur af því að Seðlabanki Bandaríkjanna hafnaði þessum gjaldmiðla skipta samningi við Seðlabanka Íslands í síðustu viku. Þannig að það sem þarf að gera núna, það þarf að halda áfram að vinna í því að ná slíkum samningum, fyrst að þessi gekk ekki upp og hugsanlega getum verið tekið með síðar. En þetta allt saman mikið áhyggjuefni og þjóðin bíður eftir því að fá svör það hvað ætla stjórnvöld að gera, hvað ætla Seðlabankinn að gera. Og hvað sem verður með framhaldið, hvort að við tökum hér upp annan gjaldmiðil eða ekki, þá þarf á krónuna að halda eitthvað sinn. Og það þarf að styrkja gjaldeyrisvaraforðann. Það er eitthvað sem allir eru sammála og það sem fyrirkvíðanlegt
kannski ekki síst það að það eru nokkri dagar þangað til að birtist fjárlagafrumvarp og ég óttast það að þar séu lausatök aftur eins og í fyrra og það eru líka mjög slæm skilaboð í samfélagið. Ekki ljóst að þessi ákvörðun Seðlabanka Bandaríkjanna var ákveðið áfall fyrir okkur? Já, sko, ég auðvitað hallast að því að skoða það mál frekar þannig að Seðlabanki Bandaríkjanna hafi ákveðið að gera þessa gjaldmiðlaskipta samninga við viðkomandi ríki en ákvörðun hafi ekki snúist það að gera ekki samning við Ísland. Mér finnst verið að snúa hlutunum dálítið á hvolf með því að stilla þannig upp. Það hefur einmitt komið fram að Seðlabankinn telur ekki útiloka að sambærilegi samningar geti tekist við íslenska Seðlabankann og við skulum bara sjá hverju framvindur í því. Það mun væntanlega á endanum fara eftir því hversu mikil þörfin hjá Íslandi. Það ljóst að það ákveðin markaðsbrestur að verða. Það mjög mikil gjaldeyrisskortur í landinu. Það stutt í að bankarnir geti ekki sinnt þörfum atvinnulífsins með þann gjaldeyri sem að atvinnulífið þarf á að halda og við getum auðvitað ekki heldur horft upp á að krónan gefur svona mikið eftir og jafnvel þó að við séum þeirra skoðunar að krónan sé komin í alltaf mikla veikingu núna að þá þurfum við að horfa til þess hvað hægt að gera til þess að snúa þeirri þróun við og ég held að staðan á gjaldeyrismörkuðum sé eitt lykilatriði í því. Við látum þessu lokið hérna úr fjármálaráðuneytinu en ég held að við höldum aðeins áfram að fjalla peningamálin eða hvað, Elín? Meira en 500 fyrirtæki eru gjaldþrota fyrstu 8 mánuði ársins en það talsvert meira en á sama tíma í fyrra. Allt stefnir í að ríflega 1100 fyrirtæki verði ógjaldfær næsta árið en ógjaldfæri tækniyrði yfir gjaldþrot. Þetta mat sérfræðinga Credit Info sem fylgjast náið með þróun í efnahagslífinu. Milli 2004 og 2006 fækkaði gjaldþrotum en í fyrra fjölgaði þeim á ný og stefnir allt í að þetta ár verði slæmt. Mánaðamótin ágúst-september voru gjaldþrot orðin 509 en allt síðasta ár voru þau 657. Spá Capacent gerir ráð fyrir að yfir helmingur þeirra fyrirtækja sem fær í þrot séu í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, heildsölu, smásölu eða fasteignaviðskiptum. Og verst verður ástandið á Reykjanesi. Þar gera sérfræðingar Capacent ráð fyrir að 5,7% fyrirtækja verði gjaldþrota eða 87 af 1525. Suðurland og höfuðborgarsvæðið koma næst á eftir. Ekki þarf annað en að líta á tilkynningar innkallanir í dagblöðum til að sjá umfang vandans. Gjaldþrotum fjölgar ört og Capacent spáir því að 1100 fyrirtæki verði gjaldþrota á næstu 12 mánuðum, þar af töluverður fjöldi sem eiga ekki við nein vanskil að stríða í dag.